Gestir, þakka fyrir byrjunna að fá tækifæri til að koma inn og tala fyrir hönd heimsinnar. Ég kom hérna fyrst fyrir 3 vikum og þá var verið að endurbúa þetta glæsilega húsnæði og bara til hamingju með að hafa náði í 300 milljónir að búa til svona fínt húsnæði til að stuðla að Evrópu umræðu sem að við í heimsinn erum mjög viljugir að taka þátt í. Ég held að sé eitt leyndarmál að allir í heimsinn eru miklir Evrópusinnar. Hins vegar eru mjög fáir sem eru ESB-sinnar, sem allt annað mál. Og þá ætla ég að nota mínar, held ég, 200 sekúndur sem ég á eftir til að útskýra fyrir ykkur hvers vegna Ísland aldrei gangi í Evrópusambandið. Rökin fyrir því eru að fyrir 1200 árum ákváðum við að kveðja fastaland Evrópu. Við fórum frá útskaga Evrópu, sem hét þá og heitir í dag Noregur, og fórum hingað yfir á Mitt-Atlantshaf og höfðum ríkisvaldslaust samfélag í 300 ár og það okkar gullöld. Svo fórum við og fjallum fyrir evrópskri tísku sem var að hafa konung yfir okkur. Tókum okkur Noregs konung, hann flutti okkur yfir í Kalmarsambandið þar sem við sátum undir Danakonungi 650 ár og farnaðist illa. Og því fyrst fóru okkur að farnast vel og búa til þetta velmjóra samfélag sem við búum í, að við fórum að taka til okkar valdheimildir sem höfðu flust út með gamla sáttmála 1262-4. Og engri þjóð, þrátt fyrir 300 milljónir, þrátt fyrir 3 milljarða, þrátt fyrir 30 milljarða mun láta sér til hugar koma að framselja þetta vald sem að við sem Evrópumenn tókum tilbaka í nafni evrópskra hugsjóna lýðræði. Við höfum þetta núna, við gefum þetta aldrei frá okkur, en tilraunin þess virði að fá umræðuna og sækjum og það allt í sóma, það hluti af lýðræðisumræðinni, en við förum aldrei inn. Ég búinn og ég á tíminni. Takk fyrir.